Góðan daginn, við ætlum að gera viðtal við UNICEF og við ætlum að spyrja Bergsteinn nokkrar spurningar. Bergsteinn, hvernig veitir þú starfið þitt hjá UNICEF? Starfið mitt hjá UNICEF náttúrulega rosalega fjölbreytt og ég þetta sé skemmtilegt starf á Íslandi af því að ég fæ að leggja mitt af mörkum til þess að hjálpa börnum á Íslandi og út allan heim. En ég fæ líka að vinna með rosalega mikið af kláru og metnaðarfullu og ástríðufullu fólki sem hefur hagsmuni barna að leiðarljósi og líka starfa í samstarfi við aðrar hreyfingar, aðrar stofnanir, það sem fyrir fólk sem hefur allt þetta sameiginlega markmið að vilja bæta líf barna. Og síðast en ekki síst þá fæ ég líka að starfa með börnum. Bæði gegnum ungmennaráð okkar og líka oft í gegnum verkefni þá nýtum okkur raddir barna. Og það líka ótrúlega mikilvægt fyrir mig í mínu starfi að geta hlusta á börn og tekið mark á því hvernig þeirra veruleiki og hvernig þau eru. Ok, hver eru svona mikilvægastu verkefnin hjá UNICEF á Íslandi? Sko, UNICEF á Íslandi vinnur fyrst og fremst í fjáröflun fyrir starf UNICEF út allan heim. En líka við að kynna starf UNICEF fyrir Íslendingum og síðan ekki síst að fræða Íslendinga, bæði krakka og fullorðna barnasáttmálann og passa stjórnvöld á Íslandi sé að fara eftir barnasáttmálann og brjóta ekki réttindi barna á Íslandi. Þetta eru svona mikilvægustu atriðin okkar starfi. Hvernig aflið þið ykkur fjár? Hvernig aflið okkur fjár? Sko, aðalega í gegnum það að biðja fólk, bara venjulegt fólk út í bæ, að styðja okkur mánaðarlega og verða svokallaðir heimsforeldrar. Og ef þú ert heimsforeldri þá styrkir UNICEF í hverju mánuði og UNICEF fær að ráðstafa peningunum þar sem að þörfin mest hverju sinni. En við fáum líka, reynum að fá fyrirtæki til liðs við okkur og alls konar sjóði og stundum ríkt fólk og stundum ungmennaráðið og börn sem fullt af tombólukrökkum sem safna fyrir okkur, fullt af skólum sem safna fyrir okkur, ungmennaráð okkar hefur líka safna fyrir okkur. Þannig að bara með því að fá alla þessa aðila til að dansa með okkur, þannig öflum við peninga fyrir börn út allan heim. Takið þið þáttu í alþjóðlegu samfélagsverkefni? Já, sko, UNICEF, við erum í rauninni alþjóðleg samtök. Þannig að við tölum mikið við fólki sem vinnum sömu störf og við gerum í öðrum löndum og reynum að læra þeim og reynum að kenna þeim það sem við kunnum. En við erum líka stundum að styrkja einstök verkefni í öðrum löndum og þá þurfum við að vinna í samstarfi við landsskrifstofur UNICEF eins og til dæmis í Burkina Faso eða Jórdaníu, bara þessum löndum sem við erum í beinum samskiptum við fólkið og beinum samskiptum og sjáum hvað verkefnin að gera sem við getum svo aftur kynnt fyrir fólkinu sem að styrkja þessi beinu verkefni. Þannig að það er í rauninni mjög mikið alþjóðlegt samstarf í okkar starfi. Nú UNICEF mjög öflugt í að vernda réttindi barna. Hvenær teljið þið svona mikilvægast að þið komið aðkomu að málum og hvernig hægt að biðja hjálp frá UNICEF? Þetta er mjög góð spurning, sko. Við hjá UNICEF reynum alltaf að plana þetta langt fram í tímann og þegar kemur að til dæmis eins og málum barna á Íslandi, sem ég held að spurningin sé þá kannski mest að þá reynum við að því að við erum með svona, við getum ekki sett allan peningin okkar á Íslandi af því að Íslandi er frekar ríkt land. Þannig að við verðum að passa okkur dálítið vel hvar við beitum kröftum okkur í Íslandi. Og við höfum helst verið að horfa á það sem að stjórnvöldin að gera og benda á ef okkur finnst ekki nógu vel gert, ef okkur finnst vanta eitthvað. Eins og við höfum benda á að vanti forvarnir í ofbeldismálum, ofbeldi gegn börnum og vanta rannsóknir á sömu málum. Og við höfum benda á að það
mörg börn á Íslandi sem líða efnislegan skort og eru þá líklega til að búa við fátækt. Þannig að við tökum svona eiginlega vandamál sem við sjáum að er ekki verið að sinna nógu vel og gerum einhverjar úttektir, gerum skýrslu, tölum við alþingismenn, tölum við aðrar stofnanir og reynum að fá alla að borðinu til þess að breyta kerfunum okkar af því Ísland það ríkt ríki að það á ekkert barn að falla á milli fjala og ef það gerist þá það að því kerfin okkar ekki að vinna alveg nógu vel saman eða vinna nógu vel hvert í sínu lagi. Þannig að við erum svona hagsmunavörður eiginlega. Það eiginlega svona starfið okkur í Íslandi. Fyrir utan náttúrulega að við tökum mjög alvarlega að fræða fólk réttindi barna og ég held að það sé líka ótrúlega mikilvægt á Íslandi og muni leysa rosa mikið af vandamálum ef við fræðum fólki sem er með mesta snertipunkt við börn á Íslandi barnasáttmálann og hjálpum þeim að nota barnasáttmálann í vinnunni sinni til að bæta þjónustunum sinna gagnvart börn. Og þetta eru fólk sem vinnur til dæmis í skólum eða fólk sem vinnur í sveitarfélögum sem að sjá mest af þjónustunni fyrir börn á Íslandi. Þannig að við erum að reyna að vinna með þessum aðilum til þess að fá það til þess að nota barnasáttmálann svona eiginlega svona eins og gleraugu sem við setja á sig án þess að gera nokkuð hlut sem að varða börn. Þannig að við erum að reyna að fá það til þess að nota barnasáttmálann sem svona gæðastjórnunartæki á því hvernig á að vinna með börn og við höldum að með því þá getum við búið til svona, svona grasrót af góðum samskiptum á milli barna og fullorðinna sem helgast af virðingu og það sérstaklega virðingu fyrir mannréttindi eins og í barnasáttmálanum. En ef að barn, náttúrulega geta alltaf börn haft samband hérna og ef þeim finnst á sig brotið en við sem sagt eins og ég sagði, erum við svona takmarkaða umfang á Íslandi þannig að oftast þá beinum við, ef það kemur einhver þannig inn til okkar með einhverja fyrirspurn þá beinum við annað til umboðsmanns barna eða félagsþjónustu eða barnaverndar eða lögreglu á í rauninni rétta stofnuna því að við á Íslandi eigum við að vera með allar stofnanir sem eiga að geta sinnt þessum málum og við viljum vera svona þeir sem að flýgur hátt yfir og sér svona ástandið og reynir að benda á stóru gloppur. Af hverju tekur þið þátt í starfi UNICEF? Þetta náttúrulega bara dálítið persónuleg spurning. Ég man bara þegar ég var ungur maður þá ferðaðist ég dálítið og ég ferðaðist mikið Indland og Nepal og þá sá ég fyrsta skipti hvað fátækt getur verið sár og hvað það eru oft stór vandamál út í heimi sem að blasa við börnum og svo var ég í skóla og var að læra þróunarfræði svona alþjóðlega þróunarsamvinnu og þá man ég hugsaði var ég að kynna mér UNICEF og ég hugsaði já af því að þróunarmál er flókið það er flókið að þróa heilu samfélögin og láta öllu líða vel en þarna voru samtök sem voru frekar einfalt markmið okkar umboð eða okkar áhersla bara börn og við ætlum að gera allt sem við getum til þess að koma þessum börnum í gegnum lífið á sem bestan hátt þannig að allir megi hafa það sem best og mér fannst þetta bara svona dálítið skýr stefna og skýr lína og svo náttúrulega þegar maður eignast börn sjálfur síðan mig þá fyrir maður að tengja rosa mikið við börn og hagsmuni barna þannig að allt þetta kom saman og gerði það að verkum að ég endaði það sem ég er í dag. Og ef þú getur gefið einhver skilaboð til samfélagsins, hver eru þau? Það er ótrúlega mikilvægt að setja sig í sporana. Það er ótrúlega mikilvægt að hugsa út fyrir sín eigin landamæri og hugsa öll börn sem sín börn. Á sama tíma jafn mikilvægt að hugsa ekki bara fyrir börn, heldur að hugsa með börnum og vinna með börnum að reyna að finna lausnir til að gera heiminn að betri stað fyrir þau. Og það er mikilvægt að tala til barna af virðingu og vinna með börnum með virðingu að leiðarljósi
því þannig ávinnur maður sér gagnkvæma virðingu tilbaka. Nú hefur þú kynnt þér okkar verkefni. Telur þú það mikilvægt fyrir samfélagið? Já, það ger ég. Ég tel það ótrúlega mikilvægt að eiga samtal fólks með ólíkan uppruna. Því að það styrkir okkur svo mikið að fá sem flestar skoðanir, sem flest sjónarhorn og sem flesta reynslu af borðinu til þess að búa til samfélaga sem að öllum líður vel. Ég held að verkefni svo ykkar getur hjálpað til við að vekja athygli á mannréttindum því að mannréttindi eru réttindi allra, alveg sama hvaðan þau koma. Og þetta mannréttindi oft hlutur sem við stundum gleymum á Íslandi að því við erum svo vön að vera fá og frekar mikið eins og bara ágætlega góð við hvort annað. Þannig að við hugsum oft ekki út frá mannréttindum. Þannig að þegar koma hópar inn í landið sem eru vegna uppruna síns kannski miklu viðkvæmari eða eiga erfitt með að fóta sig, það er þá einmitt sem við þurfum að hugsa mannréttindi því að þá farum við virkilega að skipta máli að við reynum að tryggja öllum alveg burt sér frá því hverjir þeir eru eða hvaðan þeir koma, sömu réttindi til góðs lífs. Þannig að ég hef miklu trú á þessu verkefni. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir. Svona alþjóðlega þróunarsamvinnu. Þá man ég að ég hugsaði, var ég að kynna mér UNICEF og ég hugsaði já, af því að þróunarmál er dálítið flókið. Það er flókið að þróa heil samfélögin og láta öllu líða vel. En þarna voru samtök sem voru frekar einfalt markmið. Þú veist, okkar umboð eða okkar áhersla er bara börn. Og við ætlum að gera allt sem við getum til þess að koma þessum börnum í gegnum lífið á sem bestan hátt, þannig að allir megi hafa það sem best. Og mér fannst þetta bara svona dálítið skýr stefna og skýr lína og svo náttúrulega, þú veist, þegar maður eignast börn sjálfur síðan mig, þá fyrir maður að tengja rosa mikið við börn og hagsmuni barna. Þannig að allt þetta einhvern veginn kom saman og gerði það verkum að ég endaði það sem ég er í dag. Og ef þú getur gefið einhver skilaboð til samfélagsins, hver eru þau? Sko. Það er ótrúlega mikilvægt að setja sig í spor annarra. Það er ótrúlega mikilvægt að hugsa út fyrir sín eigin landamæri og hugsa öll börn sem sín börn. Á sama tíma er jafn mikilvægt að hugsa ekki bara fyrir börn, heldur að hugsa með börnum og vinna með börnum að reyna að finna lausnir til að gera heiminn að betri stað fyrir þau. Og það er mikilvægt að tala til barna af virðingu og vinna með börnum með virðingu að leiðarljósi því þannig ávinnur maður sér gagnkvæma virðingu tilbaka. Nú hefur þú kynnt þér okkar verkefni. Telur þú það mikilvægt fyrir samfélagið? Já, það ger ég. Ég tel það ótrúlega mikilvægt að eiga samtal fólks með ólíkan uppruna. Því að það styrkir okkur svo mikið að fá sem flestar skoðanir, sem flest sjónarhorn og sem flesta reynslu af borðinu
til þess að búa til samfélaga sem að öllum líður vel. Ég held að verkefni eins og ykkar geti hjálpað til við að vekja athygli á mannréttindum því að mannréttindi eru réttindi allra, alveg sama hvaðan þau koma. Og þetta mannréttindi er oft hlutur sem við stundum gleymum á Íslandi að því við erum svo vön að vera fá og freka mikið eins og bara ágætlega góð við hvort annað. Þannig að við hugsum oft ekki út frá mannréttindum, þannig að þegar koma hópar inn í landið sem eru vegna uppruna síns kannski miklu viðkvæmari eða eiga erfitt með að fóta sig, það er þá einmitt sem við þurfum að hugsa mannréttindi því að þá farum við virkilega að skipta máli að við reynum að tryggja öllum alveg burt sér frá því hverjir þeir eru eða hvaðan þeir koma, sömu réttindi til góðs lífs. Þannig að ég hef miklu trú á þessu verkefni. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Var það one take wonder? Nei, það vantar, hann glemdi þetta upptöku.